Mikið gott að vera komin hingað til ykkar og sérstaklega núna þegar að móti blæs bæði úti og í stjórnmálunum. En stjórnmálin einmitt bara ein málstofa, hvort sem við á þinginu eða kaffistofun annars staðar og þar á að blása svolítið. Og ég tek undir það sem Guðlaugur sagði hér áðan að þeir sem eru bara með jáfólki kringu sig, þeir eru fljótir að lenda út í skurði. Því enn betra að þegar staðan þessi, bara núna í skoðanakönnunum, að vera hér með ykkur í dag þar við getum komið og rætt málin af hreinskilni. Það hlutverki hér í dag að taka samtalið. Hvað eru þið að heyra út allt land? Hvað það sem að brennur á fólkinu kringum okkur? Af hverju okkur ekki að takast að ná talsambandi við fólkið í samfélaginu með langbestu stefnuna og langbestu gildin? Hvað það sem að upp á vantar? Þetta samtalið í dag að því að eins og oft komið hér fram í dag hjá forystunni sem búin að vera að halda sínar ræður og það sem að allir mælikvarða sína líka. Við hefum 95 ára afmæli núna með sömu stefnuna, sömu gildin. 80 ára afmæli lýðveldisins. Erum við ekki að skora hæst á öllum þeim lífskjara mælikvarðum sem við viljum skora hátt á? Það hvergi betra að búa heldur en hér eftir aldarlanga forystu Sjálfstæðisflokksins. Og það líka alveg skýrt miðað við hvernig hlutirnir að færast í skoðanakönnunum umræðan að fólkið að leita eftir því að styðja borgaraleg hægri gildi stefnuna okkar. Þannig það ekki stefna sem við að breyta, það hvernig við förum með hana og tölum fyrir henni og annað slíkt. Ég treysti engum betur til þess heldur en okkur hér trúnaðarmönnum flokksins. Við þurfum að stilla saman strengina og þetta svolítið skrítin staða að vera að missa fylgið í skoðanakönnunum til Miðflokksins sem heitir, eins og Bjarni kom inn á, Miðflokkurinn, til þess að hann geti verið til hægri og vinstri. Í 7 ára sögu Miðflokksins ein undantekning frá því að þeir hafa stutt okkar hagræðingartillögur. Þannig að ég hlakka til að við gerum betur, við tökum ábyrgðina og notum meðvindina snúum honum í meðbyr. Takk fyrir mig.